Góðan daginn og velkomin í þátt númer 141 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu óð. Í dag er 5. desember 2020 og ég hef hálftíma til þess að taka upp. Ef ég er ekki búin þá tek ég bara pásu og kem aftur hérna tilbaka. Það er akkurat, ég var hérna síðast 1. nóvember á þriðjudegi, þannig að ég er svona aðeins á eftir áætlun, en ég þurfti að, það er bara búið að vera brjálæði að gera. Og aðalega ég að prjóna sýnist mér samt, sko. Og ég er semst með nokkur klár, verk í vinnslu og hvað er á döfinni og allt þetta hefðbundna. Og það er svo sem bara ekkert eftir neinu að bíða. En ég ætla að byrja fyrst á að hoppa í eitt klár, augnablik. Og þá er ég komin í fyrsta klárið, en þetta er verkefni sem er búin að vera heila eilífð á prjónunum. Ég man ekki einu svona hvernig ég byrjaði á því, það er svo langt síðan. Og ég er margbúin að tala um það og sýna ykkur og allt það. Ég ætla að gá hvort ég sjái þetta eitthvað staðar hérna í ekki skipulaginu hjá mér. Já, Riptide Blouse. Ég byrja á henni 15. febrúar á þessu ári. Riptide Blouse eftir Popknit eða Rocking Knitwear. Og ég notaði Drops Kid Silk, lit 01 og Drops Flóru 01. Og þetta var prjóna á 3 mm, 3,5 og 4 mm. Og ég var alveg að bugast, sko, en svona er hún. Bara voða fín og þægileg. Ég fór bara algjörlega út af blaðinu þegar kom að ég að gera hálsinn og svoleiðis. Hún prjónu neðan frá upp og ég var bara orðin hundleið á þessu verkefni. Það var allt og lengi í gangi. Þannig að fyrst gerði ég alveg svaka glóríu og þú veist, ég kom alltaf hausnum í gegnum hérna þetta. Það voru allt að fá að lykkjur og bara var hræðilegt. Þannig að ég rakti það upp og bara tók færi lykkjur úr og gekk frá þessu. Þannig að þetta er ekki alveg eftir uppskriftinni, en þetta bara svínvirkar svona. Og hún er bara rosa fín. Hún er alveg þetta verður svona fín vorpeysa, myndi ég segja. Og ég er bara ógeðslega fegin að vera búið með hana. Og hef svo sem ekkert meira hana að segja. Gott að ég einu svona stuttara með það að fer að hlýna og svona, en samt kannski ennþá kalt af því að hún er alveg hlý. En eins og kuldinn var í dag upp vinnu, þá var ég mjög fegin að vera í síðarmapeysu. En þá ætla ég að fara í næstu peysu. Þessi er aftur á móti búin að vera mun skemur á prjónunum og ég er nú bara að fara í henni fyrsta skipti eftir ég þvo hana, eða bara almennt fyrsta skipti. Og hún verður bara geggjað kósí svona undir dúnvesti mitt í vetur. Þá er ég komið aðeins svona fjölbreyttara fyrir það verkefni. Og ég keypti þetta þetta er þessi peysa og keypti þetta hjá Bobbys dætur sem er á minnum í Selfossi. Pantaði þetta bara þar, gatnið og uppskriftina og ég þurfti aðeins að breyta litunum af því að það var ekki til það sem á að gefa upp í uppskriftina, en það munar eiginlega engu. Þetta er mjög keimlíkt og þú veist, típisk svona skandinavísk uppskrift, bara ein blaðsíða, munstrið og allt á blaðsíðunni. Og þetta var bara ekkert mál. Ég var með 5 og 7 mm prjóna í þessu. Og hvaða stærð gerði ég? Ég gerði 3. stærðina, medium. Og hún er bara alveg steikheit, sko. Og þetta svona minnir á, ef þið þekkið frekar Drops Air eða Wish frá Drops, þá er þetta svona sneffnögg. Þetta er svona blásinn
Blásinull held ég alveg örugglega, eitthvað svoleiðis. Hún er allavega mjög létt en mjög hlý og það var alveg pínu challenge að gera hana, sko, því þú ert alltaf með 2 þræði í einu og maður stundum gleymdi sér ef maður voru að horfa á eitthvað að þú veist, maður ert að vanda sig að halda slakanum hæfilegum hann á aftan. Ég held að hafa hann alveg sloppið fyrir horn hjá mér. Þannig að ég er mjög glöð að þessi sé búin, sko. Og það er meiri klár. Það er alveg svaka klár. Ég er búin að vera, sko, ég held ég sé bara með 1 verk í vinnslu, sko, ég er búin að prjóna allt sem er búið að vera að hanga yfir mér á prjónunum, sko, fyrir utan náttúrulega sokkasnákana, það er alveg, en það var að ganga vel á jólasokkasnákabyrðirnar. Þetta er svo sjal, svona bríósjal eftir Andreu Mári sem ég gerði úr geggjuðu garni sem ég fekk í handprjón og og það var að hætta það gat og ég keypti nokkrar hespur af því og ég á 2 svona heilar eftir af því stassi og svo nokkrar dúllur. Ég ger eitthvað kannski á krakkana úr þessu svona svolítið glaðlegt, sko. Og þetta er bara 100% merinóill og bara mjög þægilegt sjal að prjóna. Það er alltaf gaman að prjóna bríós, finnst mér. Þegar maður er svona búin að læra það og auka út og fækka lekkjum í því og eitthvað svona, þá er þetta bara mjög næs prjón. Ég er bara mjög glöð með þetta sérst, já, framan, já, mjög glöð með ekki blöndurinn á litunum og svona, þannig að Andrea Mári, ég get mögulega séð að þetta heitir The Feel Good Shawl eftir hana. Svo held ég að sé 1 klár fyrir Steven sem er farið frá mér og ég get hvort ekki sýnt ykkur. Síðan er tók ég þátt í náttúrulega æðinu með Petite Knit hálsklútinn. Ég ætlaði að vera með hann á prjónunum þegar ég talaði við ykkur en ég gerði hann bara í gær. Þetta er mjög fljótt gert. Og hann er ábyggilega mjög kósí, svona Sophie scarf eftir Petite Knit. Mjög kósí svona ef maður getur ekki verið með stórt sjal eða bara vill ekki vera með stórt sjal. Þá þetta 100% merinóill frá Nora George Yarns sem í Bretlandi og ég keypti þetta fyrir löngu síðan. Heitir mjög viðeigandi nafni fyrir ástíðina, Eggnog, og þetta er Subos Merino, 10% kasmér og 10% nælon. Fingering. Og ég hélt því bara 2 og fór samkvæmt uppskriftinni. Ég fer í gegnum þáttin eins og raketta, sé ég, sko. Þetta er bara svona mjög neutral litur, svona off-white með spekli. Síðan var það bílaprjónið, það var húa sem ég bara bullaði og er núna tilbúin svona svolítið aðventuleg, bara eins og álfur. Og já, ég bara, eins og ég segi, þetta var bara svona bull. Ég veit ekkert hvort ég ætla að halda henni eða hvort að litlir hausar komi og ræninni af mér eða hvað. En þetta ég notaði bara 1 þráð af svona single ply, fallum lit og svo 1 þráð af móhair, svona gyllta móhairi sem ég litaði sjálf. Og þetta minnir mig svolítið á gylltan lit sem ég fengi frá Amy í Labi NMA. Það minnir mig á, ég man ekki hvað hann heitir.
En ég veit að þið fattið sem að hafi séð þann lit í aksjón. Þannig að það er, já, eins og ég segi, nokkur klár. Þetta er ekki búið. Þrempur af jólasokkasnákum. Ég er náttúrulega svo glötuð, ég man ekkert eftir hvernig eða hvað eða hvernig. Þetta er bara svona. Og ég tók ganni hérna fram jólasveina sokkabóksið mitt. Ég er ekki búin að gefa mig tíma til þess að þú veist, gera þetta að einhverju hefð að fara í þá. Þetta er líka jólalitur. Þetta er eitthvað sem ég var löngu búin að gera, sko. Og svo þetta eru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Og úps. Já, hendist bara beinasti leiðan í rusl. Svo verða greinilega sko 20 af sumu. 21, 22, 23 og 24. Og þá er ég komið með eitt fyrir hvern svona hefðbundinn dag, en já, auðvitað alveg fullt af jólagatni og prjónuðu sem að verður sjálfsagt líka. Ég meina það er 31 dagur í desember og ekki það má alveg skipta sokka til þessar daga ef maður þarf. Og ég reyndar ekkert búin að fá mér neitt jólagatni í dag eða bara, ég hef bara búin að kaupa sjálf fáránlega lítið gatni á þessu ári. En þetta er held ég alveg örugglega restin af jólasokkasnákunum mínum. Hérna gætu nú verið leifar samt af í svona shorties. Jú, hér eru, jú. Jól 20 frá Vatnsnes hérna og ég á greinilega meira en ég held ég á. Ég var nefnt að ræða við vinkonum mín morgun að ég á alveg snáka sem endast mér bara það sem eftir er sko og ég var nefnt að segja við hana að hérna það er svo mikið, ég er með svo mikið í gangi núna, bara alveg með þess að frá því að byrja að fyrsta prjóna, ég er ekki fann að taka eiginlega neitt af nýju og hef ekki gert lengi, sko, sett nýtt inn til mín. En jólasokkarnir, og ég hef verið bara dugleg að gefa, en jólasokkarnir verða mínir. Þannig að, hérna, já. Þannig að allt í einu er bara að fara að gringa all hressilega á, þú veist, á hérna verkefnum. Sem er bara mjög gott og þetta eru sérst öll klárin aðeins að skipuleggja hérna svo er ég að því ég átti náttúrulega afgang af gatninu þarna úr Sophie's Scarf og þá fitjaði ég bara upp á einfaldri svona hérna húfu sem að verður bara slétt á brauðin alla leiða úrtöku og bara nýta gatnið og ég með það líka tvöfalt í og sömu prjónastærð og gefinir upp í Sophie's Scarf. Nefndi ekki að standa upp til þess að breyta neinu. Og það er í rauninni eina prjónaverkefni sem ég með vinslu fyrir utan verkefni fyrir Stevens sem ég get ekki sýnt ykkur en ég get sagt ykkur að það er úr DK Work Collection alveg guðdómlega fallegum lit. Ég er að hekla dúlurnar í hexagon teppið. Þegar ég er búið með þessa, þá á ég 4 liti eftir. Og þá get ég farið að hugsa hvernig ég ætla að setja það saman. Þið sjáið og heyrið að ég er alveg brjáluð og klár kikki ennþá. Ég er samt alveg bara það, ég er alveg búin að fitja upp á nýju og ná að klára það og svona en þú veist, og ég er alveg með nokkra peysur í sigtinu, en ég hef eitthvað svo rosalega þörf fyrir að klára. Ég veit ekki hvort það er að því við erum í,
þú veist, með íbúðin og sölu og tilbúin að stökkva ef eitthvað gerist, það er náttúrulega allt steindautt núna, þökk sé Tenitásunum og seðlabankastjóra, eða þannig, aðalega seðlabankastjóra fyrir að leyfa okkur ekki að eyða eigin fé í það sem okkur langar. Og þannig að þá er það bara svona það sem datt sem í pokan, en ég fekk þessa sendingu frá Lindu og Stíven af því ég prjónaði hérna stykki í þessu og ég er svo grilluð að ég man að það voru sokkar. Mér finnst eins og ég hef gert eitthvað meira en það er kannski að því ég er búin að vera að slefa svo mikið yfir þessu. Mér finnst það mjög skemmtilegt dæmi. Ég þarf bara, þú veist, að skoða hérna yfirlitið mitt. Ég var einmitt að segja við Lindu, mér langaði svo að halda betra bókhaldi yfir það sem ég er búin að vera að gera fyrir hana því að þú veist, maður gerir eitthvað og sendir það til þeirra og svo bara kemur það ekki út fyrir eftir 9 mánuði eitthvað, þá er ég búin að steingleyma því, sko. Ég er sérstaklega náttúrulega eftir ég byrja að vinna og svona, þá er bara brain space svolítið busy. En það lagast örugglega. Svo þeir sem að fylgja mér á Instagram sjá að ég hef verið að fikta svolítið við að gera svona snjókorn og rósir og svona og það er eftir hérna ég sá þetta fyrst á Instagram fyrir jólin í fyrra og Instagramið er vitt. Ég með allavega ef þið farið inn á Instagramið mitt, Helga A71, þá er ég með svona stjörnu þar í feedinu hjá mér og ég merkti sem sagt þessar sem að byrjaði að gefa þetta út á Instagram á sínum tíma, svo af því að það voru frænkur og allir og amma þeirra sem vildi fá að fylgja henni og það var auðveldast að gera það svoleiðis. Og ég víst að fara að halda, eða svona hjálpaði mig á stað með áður téðum frænkum með þetta verkefni fyrir jólin að koma þeim í gang svona, þú veist, það óþarfi að allir sé að finna upp hjólið, þannig að ég kem þeim af stað í þessu og þetta er ekkert eitthvað sem hún klárar á 2 tímum. Þannig að ég í besta falli kem þeim svolítið af stað og svo verða þær bara að klára sig sjálfar af því að, þú veist, klukkan er kortur í jóla og allt það. Ekki það að það sé eitthvað crazy jólabissi hjá okkur en við verðum líklega ekki á svæðinu þessi jól. Og þannig að hérna við erum bara svona að reyna að klára að ganga frá öllu tímanlega. Þannig að það er ekkert mikill tími í eitthvað svona föndur og vesen sko út kvippin og kvappin. Ég er náttúrulega, já, ég er bara aðalega, ég er að líta í kringum þetta svo gá, þú veist, sé eitthvað hérna sem ég er að gleyma. Mér finnst ég vera með svo rosalega lítið á prjónunum. Ógeðslega skrítið. Að hérna ég er með þetta húna verkefni fyrir Stíven og 1 teppi og svo snákana, þú veist, ég tel þá alla með sko. Þannig að það, já, það var geggjað, ég næði að vera búin með teppi fyrir jól, þá get ég aldeilis byrjað á nýju dúlleri og ég ætla líka að vera ógeðslega dugleg að vinna í þessu verkefni fyrir Stíven að því ég á skila því fyrir 1. janúar, þannig að ég þarf að koma því í síðasta lagi frá mér milli jól og nýjárs. Og hérna, já, þannig að við erum bara svona að reyna að koma öllu í horf þannig að við getum gert það sem okkur langar jólin og hérna, nei, við erum ekki búin að selja og já, eins og ég segi, það er bara allt í frosti hérna, það voru 2 risakeðjur í gangi, þar sem það voru 5 hús í annarri keðjunni, sölukeðjunni, 7 í hinni og þær krossuðu báðar hérna og rétt fyrir, eða núna undir lok nóvember, þannig að það kom allt aftur inn á sölu sem var í þessum keðjum, þannig að allt í einu var rosa mikið til, en þetta sem við höfum augastað á er ennþá óselt og hérna, þannig að við,
og ef að það selst áður en við okkur tekst að selja, þá það bara alltaf læg. Þá kemur bara eitthvað annað í staðinn. En við ætlum ekkert að vera að stressa okkur á þessu neitt. Það bara gerist eða það gerast. Það bara allir, eða þú veist, við Helgi erum búin að vera mjög hress en ekki barnabörnin okkar. Þau bara pikka upp hverja pestina og fætur annari og ég nú einmitt að fá 2 núna á eftir. Þannig að vonandi verða þau bara farið ekki að þetta var þið góð. Vonandi farið þau ekki að dæla ykkur yfir ömmu. En hei hó. Mér finnst ég að sloppið ótrúlega vel með að það búið að vera alveg rosalega afföll niður í vinnu af hennar skjólstæðingum veikindi. Og hóstaði yfir mann og alls konar þar náttúrulega. Og það ógeðslega gaman í vinnunni. Rosalega fjölbreytt og skemmtilegt og allir ánægðir með alla og bara gæti ekki verið betra. Við erum okkur í jólahlaðborð á föstudaginn með þeim, eða bara við starfsmennir. Fóru á jólahlaðborð með vinnunars Helga á föstudaginn og við vorum bæði bara ekki að drekka alkóhól en við greinilega átum svo vel að við vorum þunn á laugardaginn af áti. En það, við urðum að leiða það hjá okkur af því það var piparkökubakstur kl. 10 á laugardagsmorguninn hjá systur minni sem svona hefð sem að Ragnar frændi minn heitinn kom á þegar hann komst loksins heim eftir sitt stóra slys og við ákvaðum að halda þeirri hefð og þetta er það bara skemmtilegasta. Það er að gera þetta, að vera með öllu genginu, allt á hvolfi og bara allir glaðir. Og þetta þú veist, 4 tímar á aðventunni og það reyna allir að komast í þetta og auðvitað okkur finnst þetta alls ekki leiðilegt systkinunum að hittast og ekki heldur litlu krílunum okkar. Þannig að það var rosalega gaman. Og pabbi náttúrulega kemur hérna eins og herforingi og situr allan tíman og dáist að fólkinu sínu. Og já, þannig að það er bara eins og hjá öllum hinum nóg að gera og það sem er á döfinni hjá mér það er allavega ein peysa og ég er ekki búin að prenta hana út eða neitt af því að ég bara nenni því ekki fyrir ég er tilbúin. Og já, mig langar að gera fleiri svona klúta. Þetta er bara geggjað góð gjöf að eiga nokkra svona í handraðanum, gefa þess að ég er búin að gefa sokka og þeir fengi svona núna. Og svona já, mig langar ógeðslega að hekla eitthvað svakalega fallegt teppi úr öllum single ply garnunum mínu, einspinnu dúlunum. Við vorum fulla körfu mig langar að gera eitthvað rosa, svona svolítið svona pínu útpælt, ekki, já. Þú veist, þó það verður bara eitthvað græni stræp eða eitthvað leys en að hafa pínu svona að þið búin að gera svo mikið af þessum afgangateppum að mér langar að fá, þó að þetta eru afgangar, að það sé svona pínu tröppugangur eitthvað í litunum. Það líka að ég þurfa að fara með til Lindu og láta hana raða þessu upp með mér. Hver veit? En svo kannski bara verði ég alveg trillt í kvöld og byrja. Herðu, en ég ætla að láta þetta duga af því að nú er eitthvað að koma og sækja kommóðu sem ég var að selja. Ég ætla að vera viðbúin þegar bjallan fer af stað og ég reikna nú ekki með að sjá okkur fyrir bara á nýju ári og þá kannski með eitthvað svona samantekt en ég veit ekki hversu gáleg hún verður af því ég er búin að vera alveg arfaslök í að halda utanum gerða hluti. Ég þarf kannski bara að horfa á þættina mína til þess að átta mig á því hvað ég er búin að gera á þessu ári. En ég er með eitthvað skrifað. Ég er með meiri hluta niður skrifaðan, þannig að þetta væri kannski svo galið. Ég ætla að skrifa einmitt núna á eftir hvað ég er að tala í þessum þætti svo að því það er rosa gott svo ég sé ekki að fara að sýna ykkur aftur sömu hlutina næst.
En ég ætla bara að óska ykkur góðra og gleðilegra aðventu og vona að þið bara njótið hátíðanna hvernig sem þið gerir það og bara handavinnið ykkur alveg bara í botn á þess að sé eitthvað pressa á því. Við að njóta handverksins okkar, annars verður þetta bara leiðilegt. Nú ég að horfa þetta fólk að vinna í útihandverki. Það að helluleggja 5. desember á Akranesi. Þetta verður flott hjá þeim. Herðu, en bara þangað til á nýja ári, þá bara, eins og ég segi, óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst 2023. Takk fyrir og bless bless.